Þú ert búin að vera með sömu konunni bara síðan þið voru bara high school sweethearts Já, 15 maður Já, einmitt, ég man alveg eftir þegar þið voru að byrja saman þið voru alltaf í sleik bara út allt sko, þá bara, já, sjáðu þið voru alltaf bara það man mjög vel tíð og þú ert ennþá með henni Ég er ennþá með henni Þau eru ennþá bara út í hotni bara Já, ég fíla það Hörru, byrja bara, ef ekki bara byrja þetta maður Við erum byrjað að taka upp sko Erum við byrjað að taka upp? It's rolling, baby Ég er svo smooth, þetta er bara Herru, þú klippir út þegar er ruglinu Nei Allt á borðið Hreinti dýra sko Já, ég veist Maður fylgur ekki neitt Já, nei, það er líka þú veist, til þess að vera skynsamur þá þarf maður að sko vita hvað ruglið er líka Já, maður þarf að kynsta aðeins ruglinu til þess að Þú þarft að brenna þig til að læra Já, Það er oft þannig klálega af því að maður lærir ekki að mistökum annara sko. það er ekki hægt, þú verður að læra að fyrir eigin Ég mistökum veit það En líka, er það ekki einhvers sem sagði hérna að ef þú gerir aldrei mistök þá kanntu aldrei að meta neitt Já, Veist, er þetta ekki, veist, það var einhvers sem sagði þetta já líka, hann má segja hérna, ég er nýbúin að heyra þetta aftur sko, Thomas Alva Edison sem fann upp ljósaperuna Já, hann hafði sko gert 12.000 tilraunir áður en hann hitti á sko rétta stöffi til að gera ljósaperu sem þýðir að 11.999 tilraunar voru sko failures mistök. Og þú þarft að gera slatta af failures Þolinmæði til þess að ná á, þú veist, the sweet spot já Dýrst þolinmæði Þetta er, veist, reyndar, konu mín sagði sko, veist, ég tek öllum með, veist, opnum örmum og alveg bara kynnist öllum og trú öllum alveg og hún alltaf það munu allir svíkja þig sko. hún er þessi típa sko. Munu allir svíkja þig en ég alveg, en það þarf bara einn sem til að ekki svíkja þá er ég komið með einn annan vin sko. En ég er alltaf svíkin Það þarf að vera einhver svona milli svona fara sko finna milliveginu þessu ekki alveg treysta öllum Nei. en samt, maður verður líka treysta Nei, ég er sko, síðan hef ég Dara og konuna mína og þau eru alltaf nei, Birgir við skulum ekki alveg kynnast þessum sko. Man er okkur ekki, hann er svo fjörugur Hann er svo hess hann er kannski aðeins svo fjörugur Rosa stóra augasteina núna Þetta er eins og Máni vinnu minn, hann sagði alltaf að ég væri afskaplega slæmur mannþekkjari sko, var að lafa að mér alls konar vitleysinga og væri mjög auðmikið góður ég var alltaf mjög ósammálaði en svona litið tilbaka þá er það sennilega mikið til í hjá honum sko, alls konar rusl sem maður hefur einhvern veginn ekki undir sem mæk maður er kannski bara hann er svo hress maður síðan er bara hann vill ekki flytja með mér eða koma nálægt manni ef maður er edrú eða eitthvað stingur þið í bakið fyrsta tækjari nákvæmlega, algjörlega Herðu, þú varst í mínus Ætlar ekki að byrja að bjóða velkomin? Jú Hvernig væri það? Er ég ekki velkomin? Það er bara Frosti Lóðarsson, velkomin Við að spjalla bara like old times Gaman að sjá okkur Sömuleiðis Er ekki bara best að byrja bara að byrjunni? Já, hvað er hún? Er það ekki mínus og músítilunir? Við vorum það sko Við vorum það, ok Jú, það er ákveðin byrjun 99 sko 99 Ég meina mínus var ekki búin að vera til lengi þannig Nei, við byrjum bara í sko, ég held í svona oktober 98 eða eitthvað músitilunir eru á fyrri hluta ásins 99 þannig að það var bara búin að vera saman í nokkra mánuði eða þú veist, sem þessi hljómsveit en við vorum sko, það voru mínus var sko samsuða af 2 hljómsveitum sem voru að æfa í sama æfingaplássi og þegar á milli æfinga þá var mikið bara fyllir í æfingaplásinu og þá voru kannski komnir nokkur úr annari hljómsveitinni og nokkur úr hinni hljómsveitinni og þetta var svona byrjaðilega raunveru sem hálfgert grín sko bara svona vorum að leika okkur eitthvað svissa hljóðfærum og svona og Krummi sem var trommari sko, hann tók mækinn Var hann trommari? Já, hann var trommari í hljómsveitinni sem ég var með honum í sko
Þannig að þetta verður svona eins og margt gott sko, það verður til bara fyrir algjöra slistni í einhverju svona fíblagangi og svona græskulausu menntaskóla gríni eða þú veist, þannig þannig að þú veist, þegar maður ekkert svona taka svo of alvarlega og og veist, við vorum með svona ákveðnar hljómsveitir í huga skilur sem að voru að spila með svona dirty, brjálæðislega eins og ég lísti svona ógeðslegt hardcore eitthvað og vorum bara eitthvað að leika okkur svona að svona elta það og þá bara einhvern veginn kom þetta mínus sound sem við byggðum síðan núna og svo fórum við í músitilnir þá þetta var reyndar sko þetta var alveg gríðarlega góður mannskapur og sko sem að Bjössi trommari sem var ég var ekki með honum í hljómsveit, hann var í hinni hljómsveitinni en ég hugsa alltaf þessi trommari er svo fucking geðveikur, það var ekki að vera með hann í bandi og Bjarni gítarleikarinn og Krummi er náttúrulega náttúru talent sko þegar hann kemur að því að vera frontmaður í hljómsveit og þannig að þetta var strax frá fyrsta degi við fundum alveg svona eitthvað smella, það var eitthvað magic í gangi og þegar við fórum í mústilinu þá var alveg segi ég svona án hróka að við vorum algjörlega 100% að við varum að vinna þetta sko. það var 100% það var ekki sjens að það var einhver annar að fara að vinna þetta ég man bara eftir þegar við vorum að við vorum músíktilrauna mellur við vorum að það líka þegar Rottalir vann þetta var svo gaman ég líka ég byrjaði að fara músíktilraunir sko 92 og aðeins og undan okkur já, þá hafði árið og undan sko, þá vann Sororisætt sem var reyndar hétt Infusoria þegar þeir spiluðu, eða þeir eru unnu mústilnir 91 og svo gáður út plötu undir nafninu Sororisætt og svo sem þetta á músitölunum 92 þá var úrslitakvöldið, þá var bara 12 döðurokkshljómsveitir, það var bara massa döðurokks sprengja 12 döðurokkshljómsveitir og ein indie kvennarhljómsveit sem hétt Kolrasa Krókriðandi og hún gjörsigraði öll döðurokkspöndin og svo fór maður bara ár eftir ár, þá var ég minni að Yucatan hafi verið næst 93, síðan 94 Botleðja, Stjörnikissi 95, Maus var eitthvað árið þú veist og svo framvegis og þegar við vorum með þegar Mínus var búin að spila saman nokkra mánuði þá ég segi bara, nú fyrir við mústöluðir og við rústum þessu, sko, það kemur ekkert annað til greina og það gekk eftir heldur betur ég var bara þegar við vorum að það og vorum að hlusta ég held að þið voru búin að vera saman í 5 árið eitthvað þetta var eitthvað svo, þið voru svo þéttir þið alveg bara með þetta og náttúrulega með frontmannin sem er entity eins og hann er bara með þetta í blóðinu já, klálega þetta var eina svona lukkonum í mínu lífi að við skildum hafa náða mynda þennan hóp og gera allt sem við gerðum í framhaldinu sko. Það var næstu ára og eftir var bara rosaleg sköpunargleði og við gerðum 4 breiðskífur og túruðum út alla Evrópu og Bandaríkin og bara hvernig var að túra bara í Bandaríkin? Það var bara mjög skemmtilegt sko þessum tíma maður þið tóku alveg svaka túr með ekki með Papa Roach voru að hýtu fyrir þá ekki? Já, túruð með Papa Roach hvernig gaurar eru það? Er þetta einhverju skemmtilega gaurar? Þeir, já, eða svona sko, aðalega Jacobi Shadik sko, hann var þá eins og við mjög viltur og en hann er hættur að drekka eins og ég og þannig að hini gaurarnir voru svolítið mikið tilbaka en hann Jacobi er algjört svona rókur allsfagnar og við gerðum alls konar rugl og vitleysu sem ég myndi ekki segja frá í meira segja þessu hlaðvarpi sem enginn hlustar á sko. þá segi ég ekki sagður honum frá því Jesus en já, hann var mjög skemmtilegur trúið því, hann virkar alltaf mjög svona hreskægi við vorum líka með þeim á Evróputúr sko, og þú veist þetta, Amsterdam, París, München, Berlín og þetta bara, þú veist,
bara brjálað partí hvert einasta kvöld sko. Hvað varstu gamall á þessum tíma? Það svona 22-23 Prime time sko. Prime time Ef ég væri eitthvað, veist, svona 22, ég held að ég væri ekki á lífi Þú hefði sennilega ekki komið heim sko. Nei. Það var líka, ruglið var alveg yfirgengilegt sko. Það var við förum ekkert í grafgötur með það Nei. Það var það var alveg tekin út kvótinn á sínum tíma enda ég að þurfa að fara á snúruna það var bara þannig yes. 22 bara, veist að túra heiminn var þetta mikil peningur á þessum tíma? Nei, svo sem ekki, við komum ekki heim með fulla vasa peningum en þú veist það var samt mikil peningur að velta en þetta er náttúrulega bara dýrt líka að túra það fyrir sig við erum á svona nightliner rútu skilur það sem við erum allir með kóju og PlayStation 12 í kójunni og og það er, það er bara það étur peninga hver einasti sólarhringur á svoleiðis rútu en við gátum gert þetta og aðalega var þetta bara að njóta þess að vera í þessari stöðu að spila sína eigin músík og fara út allan heim og hitta fólk og bara upplifa þetta hitta alls konar hljómsveitir sem maður bæði hefði litið upp til og hlusta á lengi eða nýjar og ferskar heitar hljómsveitir og bara allt þetta Er einhver tónleikar sem standa upp úr í þessu ferðalagi sem eru annarkvort alveg ekstra slæmir alveg bara svona fuck eða þá veist alveg bara shit slóst bandið einhvern veginn upp á sviði er það? Já, sko, þetta er bara að hendur sér loftið þú veist, það var alveg moment á tónlistarhátíð í Svíþjóð Arvika festival þá vorum við sko vel þreyttir okkur öðrum og Krummi hefði verið að gera einhverjar glóriur og ég var mjög fúll út í hann og hann var mjög fúll út í mig og það lá alveg við sko, ég mann eftir að hann var svona í svona takt í lagi og tók hann mækstandið og svona kildónum svona í mig sko og ég var alveg bara við að fara að sparka honum út af sviðinu og það var okkur heitt í hamsi það var líka það var einhvern veginn þannig að og síðan eftir giggið þá eru svona starfsmenn hátíðarinnar sem keyra okkur upp á hótel og við förum í tveimur bílunum og daginn eftir áttum við að fara í flug frá Oslo og þannig að starfsfólk hátíðarinnar átt að keyra okkur með allar græðunar okkar frá Arvika í Svíþjóð til Oslo morgunum og svona en ég vaknaði það morgunum það er eitthvað sem veikum að segja þið er ekki að fá neitt far hjá okkur starfsmenn hátíðarinnar er ekki að fara að keyra þessar hljómsveit neitt ég var nú, hvað það þá hafði Krummi sem sagt í hinnum bílnum á leiðinni heim af gigginu móðgað svo harkalega starfsmenn hátíðarinnar það gengi fram að með einhverju svona rugli að það var bara þannig að við þurftum að taka leigubíla með allar græjurnar og allt bara til Oslo á okkar kostnað og þetta er svona þetta er á þessum árum þegar það var oft alltaf sjóð upp úr og við vorum mjög þreyttir okkur öðrum og svona gremjan var mikil en það sögðu upp úr á endanum og allt sprakk sko í sundur sem tíma en veist, þið voru bara saman 24/7 já, það er náttúrulega bara ástæðan og það er ekki endilega að Krummi hafi verið að gera einhverja bommertur eða ég var náttúrulega stjórnsamur og brjálaður skilur og en ástæðan er náttúrulega bara nærveran og samveran í svona miklu návi í svona langan og mikinn tíma lengi þingan með gerði það bara verkum að eitthvað var undan að láta sko og þeir voru núna bara var allt í einu bara núna þeir fóru að spila núna er ekki bara 2 vikur síðan eða eitthvað? Já, við spilum fyrir viku eða 2 á Dillon en sko upphafið að þessari endurkomu er eiginlega fyrir 4 árum síðan held ég alveg örglega, þá var hann Bjössi trommari ferstugur og hann hefur samband við okkur og
og svona leggur það til að hérna, við myndum spila kannski 2-3 lög í afmælinu hans og þá voru við alltaf eiginlega ég hef ekki talað við þess að stráka bara í mörg ár svo heiti geti hérna, og við gerðum það við tókum hérna nokkrar æfingar fyrir afmælið og spilum í afmælinu og það var sjúklega gaman það var alveg þetta var bara allt þarna til staðar nákvæmlega eins og við skildum við það nema ekki, þú veist, gremjan og leiðindin það var bara allt eins og þegar það var best þess að við vorum bara strax bara on fire og þessi 3-4-5 lög sem við tókum að því afmælisspjössa voru bara geggjuð og við sögðum bara, heyrðu, það væri nú gaman að taka eitt svona, þetta var svona gaman að gera þessa endurkomu núna í afmælisspjössa en það verður nú líka gaman að taka eitt svona endurkomi gig þar sem við erum sko í alvöru kerfi á einhverjum góðum stað með ljósasjó og þetta var bara inn á einhverju knæpu skilur það var ekki einu svona sviðið en eitt þannig að við töluðum eftir afmælisspjössa að það væri gaman að taka eitt lokagig skilur og séðan bara einhvern veginn líður tíminn og allt í einu 3 árum setna fyrir svona ári síðan þá hittist við aftur og það er ekki að fara að gera þetta gig sem við vorum að tala þetta eina loka gig skilur og byrjuðum að plana það og þá plönuðu tónleika í Gamla bíói sem voru í maí síðastlinum 7. maí, eitthvað mann ekki hvernig var 8. maí og byrjuðum að auglýsa miðasöluna fyrir rúmu hálfu ári síðan eitthvað og það seldist upp bara á 2 mínútum og þannig að við settum auka tónleika og endanum urðu þetta 2 tónleikar hann í maí og aftur þá var það líka svo hrikalega gaman bara að ég var einmitt búin að hugsa ég var búin að vera með svona stóra Marshall gítars magnarastæðu niður í bílskúr sem bara verið óhreyfð í 15 ára að safna ryki og fullt af gíturum og einhverjum pedalborðum og svona drasli sem ég hugsaði það verið gaman að taka þetta gikk hérna í Gamla bíó og svo get ég selt allt þetta drasl úr bílskútum og losna bara við þetta og þá er þetta endanlega búið sko. Ég veit ekki hvernig ég er búin að sitja á þessum græjum öll þessi ár sko. Kannski eitthvað í undirmeðundinni að haldi að gæti einhvern tímann komið að nótgum með eitthvað en svo er þetta eftir gikkið í Gamla bíó og þá eru við bara eiginlega má segja að okkur finnst þetta það gaman að ég fór bara og keypti mér nýjan gítarmagnara sko og núna 2 og þannig að þetta er ekkert að fara neitt og við erum örgulega bara að fara að gera eitthvað meira Ég heyrði einhvers staðar að þið ættu einhverja plötu sem var aldrei gefin út sem þið tókuð upp Já Stemmið það? Sko, það var eftir að þetta sprakk í sundur þá fóru Bjössi, Bjarni og Krummi héldu eitthvað áfram og fóru í stúdíó og tóku plötu en en það er náttúrulega ekki mínusplata sko. Nei. bara eitthvað svona side project sem má segja en það er ég og Þröstur komum ekkert nálægt til plötu ég hef aldrei heyrt þessa plötu sko. Ok, það er svoleiðis en stærstu tónleika mínus svona fyrir utan ekki sem kannski uppbytunar atriði er það Redding? Já, það er rúglega Tókuðu ekki, þið voru aðalsviðinu þar ekki? Jú aðalsviðinu og þar hafa örgulega verið eitthvað 20-30.000 manns eitthvað þannig að jú, það er örgulega með því starra sem við gerðum sko. Var það ekki það? Jú, það var ótrúlega gott við náttúrulega og það var tekið upp og er á YouTube þannig að það er eitt af þessu sem að maður man eða þú veist ég man alltaf ekki eftir þessu það bara því þetta er á YouTube en þannig að það stendur óneitanlega upp úr í minningunni því að einfallega því ég sé þetta oft á YouTube en hitt þú veist það er svona ég man eftir einum sérstaklega góðum tónleikastað í Berlín ég man ekki hvað heiti núna það var svona mjög legendary það voru geggjaður tónleikastaðar sem við spilum þá vorum við að hita upp fyrir reyndar The Distillers sem er bandarísk hljómsveit og þá voru magnaðar tónleikar en svona já, Redding stendur upp úr en sko mér fannst samt persónulega svona ekki alveg jafn skemmtilegt að spila á svona stadium þegar maður er sko þú ert upp á einhverju risa sviði og það er
10 metra löng sko grifja á milli með einhverjum gæstumönnum og svo fólki hinn með einhver svona barricade sko minni stemningur það er ekki sama stemningin það er ekki, veist, það vantar þetta nándina mér finnst bara náttúrulega skemmtilegast þegar maður basically ekki á neinu sviði heldur bara, þú veist, í einhverju svona sal og hljómsveitin bara í einu hotninu á gólfinu og svo bara krátið þarna alveg bara ónýr það var besta stemningin sko skiljanlega nú hort í augun og fólkinu bara yes, þetta er bara gett og svona sviti og allt tróðið gjörsamlega en það er auðvitað, þú veist, svona að vera með svona haf af fólki fyrir fram að þig er öðruvísi skemmtilegt en það er ekki eins svona intense þetta kemur hjá okkur einhvern tímann þið eftir að prófa þetta en svona sem uppbytunaratriði Metallica lítur að standa upp úr já, Metallica og uppáhaldsbandans Birgis já, Metallica náttúrulega, þú veist, er líka eitt af mínum uppáhaldsböndum sko. hann þólir ekki Metallica sko. Nei, hann skilur þetta ekki þetta lærir eitt daginn þetta er náttúrulega einn besta hljónst í heimi alveg ekki, sko. En þú veist, þeir hafa náttúrulega farið í gegnum alls konar tímabil og hafa verið gríðarlega hallarslegir á köflum og gráðið fyriringurinn og svona já, en samt til dæmis eins og þú veist þekkir eitthvað Metallica já. Þegar þú veist, Load-platan kemur út þá verður allt í nótið stuttherðir og svona og maður bara, what the fuck, hvað er í gangi hérna, við glata eitthvað country, hillbilly rock sko, en síðar meir, þá finnst mér Load bara að vera einn besta plata. Já, hún er mjög góð sko. Já, hún er ekki. Og sama er raun og veru þegar ég heyri Metallica fyrst, þá er það And Justice for All plata, þá er And Justice for All plata nýjasta plata þar. Já. Það er besta metal plata í heimi, bara á topp 3 yfir bestu plötur allra tíma að mínum að því og svo þegar svarta albúmi kom út sem var fyrsta nýja platan með Metallica eftir að ég byrjaði að hlusta á þá olli það mér gríðanlegum vonbrigðum því að það var mest commercial plata Metallica þú veist, Enter Sandman og Unforgiven og eitthvað svona akkurat lögin sem ég fíla já, mér fannst það bara þú veist, hafandi sko kynst Metallica sem And Justice for All bandið þá var þetta major vonbrigði fyrir mér en síðar meir náttúrulega svarta platan algjört meistarastykki sko. En þetta er svona, maður gengur í gegnum alls svona þroskastig og Birgir þú átt eftir að læra einhvern tímann með þetta þegar þú þroskast, kannski þroskast einn daginn gæti komið en það kemur kannski þegar hann fyndur, það gæti verið en ég efast það er ekki landið það don't bet on it sko. en það er náttúrulega sko Metallica var náttúrulega mjög stórt og skemmtilegt þetta var á Íslandi og svona og Foo Fighters og Queens of the Stone Age það var stórkostlegt að hitta fyrir þá en Velvet Revolver og Velvet Revolver það er ekki alveg trill það var svo, mér varst eitthvað svo cool já, þetta, þú veist, út með fucking Slash og Duff McKagan bassaleikaran og Scott Weiland náttúrulega bara, og það trilltur sko. og þetta náttúrulega því að hann er látin í dag svona, veist, ég hugsa oft en tíma sko, þegar við vorum með þeim baksviðs og það er bara svona smá í móðu en samt svona í einhverjum svona hillingar bjarma sem ég man eftir að það var verið að spjalla við Scott Weiland á þessum tíma það verið með hitt upp fyrir og það er bara það er forréttindi að hafa fengið að hitta þennan meistara magna með þennan grunge heim í rauninni eins og var það basically að bara Eddie veitir eftir þetta er svo sorglegt maður já nákvæmlega það er Rocky lék á marga grátt Lane Staley, það var eitt svalasti söngvarinn í bara rock sögunni söngvarinn í Alice in Chains og Chris Cornell og þegar Chris Cornell fór ég var heartbroken sko. ég bara maður líka sko, maður svo hissa því að hann bara svona ótrúlega vel establiseraður skilur hann alltaf sko, var að túra bara með solo projekti sitt bara og bara búið til fullt af peningum kom hingað og Soundgarden var líka nýbúið að koma saman aftur og hann var bara og hann alltaf múið að gera allt með audiosleif og þetta er bara gaur sem að er set for life hann var nóga peningum og svo var hann vel giftur og góða konu með börn og allt og
og svo alltaf sama með vinnan sem voru góði vinir, hann og Chris Cornell nei, Chris Cornell. tala hann Nei, já, ég að tala Chester Bennington já, ég myndi að segja hann sem bara, þetta gríðalega sorglegt sko, ég er að fara alveg mjög órokkaralega átt en þegar Chester Bennington fór 2 eða 3 dögum eftir það, þá fer ég með konunni minni segjum tilneitur til Birmingham á Celine Dion tónleika hún fann enga til að fara með sér þannig að ég bara fuck it ekki með þér þá var búið að gera svona shrine bara svona fyrir utan tónleikastæðina því að Linkin Park á stuttsinni spiluðu þar þá bara komið svona Chester Bennington shrine hann fyrir utan arína sko, það var svakalegt sko. Já, þetta var rosalega sorglegt mér finnst þetta bara óbáslega sorglegt þegar ég heyrði þetta og maður tók þetta bara mjög nærri sér en svona getur manni liðið illa þrátt fyrir að hafa tálmann í höndunum og eiga allt og hafa allt sko. Nákvæmlega. Svakalegt. Síðan sko eftir mínus þú varst náttúrulega í Harmageddon og þú varst í Harmageddon í sko fleiri ár. Já, það var alveg fara á við byrjaðum með Harmageddon byrjun árs 2008 þegar Ísland hrundi þá vorum við búin að vera með Harmageddon í nokkra mánuði og bara Guð blessi Ísland Guð blessi Ísland og við horfum einmitt á það inn í stúdíóinu á skjánum sko, það sem við vorum með Harmageddon og það einmitt það var svo fyndið að það næstu mánaðamóti eftir eða 2 mánaðamóti sér eitthvað þá næstu mánaðamóti eftir þá fáum við máni uppsatnabréf sem eina skipti æfuminni sem að mér hefur verið sagt upp sko. og það var bara því að það var bara horfur voru mjög slæmar og Ísland var bara í massa kreppu og bara auglýsingasala og allt var bara farin til fjandans og þeir þurftu að skera niður og við fengum uppsatnabréf og en við sem sagt þetta vorum með uppsætnafrest 3 mánaða uppsætnafrest og yfirmaðurinn okkar sagði bara þið ráðið bara hvort þið tækið peninginn eða hvort þið viljið vinna uppsætnafrestin og við sem bara ok, við vinnum bara uppsætnafrestin bara við höfum ekkert annað að gera við sjáum bara og það var svo mikil gerjun og mikil umrót í samfélaginu eftir þetta hrun og að þátturinn bara fór on fire við vorum bara á svo mikið reiði og mikil orka í samfélaginu og við vorum bara að fá fólki viðtöl alveg grimt og það voru allir bara að drekka í sig fjölmiðla viðtöl á þessum tíma þetta var bara algjörlega fordæmalausir tímar á Íslandi þannig að þátturinn blómstraði svo svakalega í þessu uppsagnaferðlu okkar að þegar þeir 3 mánuði voru búnir þá var bara samið við okkar aftur bara þegar hætti bara áfram þannig að uppsagnin tók aldrei gildri og við vorum í þessu alveg til 2021 held ég eitthvað þá þegar 2020 þegar ég var komin í Ísland í dag á stöð 2 og var svona sett að segja orðin svona svolítið þreyttur og að vera daglega í útvarpinu og þá hættum við með Harmageddon en síðan reyndar árið síðar eitthvað þá byrjuðum við aftur með Harmageddon hlaðvarpið sem að þannig að þetta var mjög langlífur þáttur mér varst umrætt þegar hann hætti á Exinu sko. ég hlusta alltaf sko. ég gleymi aldrei það er eitt viðtal sem þú tókst við eitt faðir jólatímabilið og þú og Máni voru búin að heyra af honum að hann var að gefa stráknu sínum sko iPad í skóinn og ég veit ekki hvað og þið fenguðu númer hjá honum og hringdu og hann var með svo mikið hroka og þú spurðir hann bara er þér alveg sama hina krakkana sem krakkinn þinn er að monta sig af þessu taksuna heyrðu við af þessu og hann eitthvað bara mér er drullið sama þótt að allir eru fátækir hérna í Garðabænum og hann er Garðabængur sko og það er eina skipti sem þú varst kjaftstopp þú varst bara ég heldur enda að þetta veri Máni sem var að spyrja Máni sem var að spyrja og það var ég sem var að leika gaurinn einum veginn ég sagði
Ég sagði þér það Í alvöru Ég sagði þér, var þetta ekki bara leikþáttu Þú bara nau Það getur ekki verið Ég var bara Við gerðum þetta oft sko og fólk einhvern veginn bara fólk bara fattaði ekki það bara Máni var bara að spyrja og enginn frosti og þá var ég bara að leika öll þessi ár og var þetta leikþáttur sko Já, það var annar karakter líka sem ég gerði sem var ég stöðumarasett bara 10.000 kall fyrir að leggja í fatlaðstæði og þetta eru, þú veist, þessi fötluðu stæði eru allstæðir, þú veist, og þetta er alltaf bestu stæði fötluðu fá alltaf bara beint fyrir framan kringluna, skilur ég leggja þarna og ég bara, þú veist, það fattaði enginn að það væri ég Djöfull varstu tekin ég var á leiðinni í vinnuna og ég var bara, veistu, á rauðu ljósi og ég var bara veistu, bara heyra í þessu ég var bara, hvernig getur hann og náttúrulega leið og segir þetta þá var Máni bara, ég var bara vá hvað frostir kjaftstótt hann segir ekki neitt sko. Svo var ég leikið eitt karakter sem var sko brjálæður því að Vinnumálastofnun vildi fá hann eitthvað á eitthvað námskeið sko og hann hafði engan tíma til þess því að hann var að mála svart og ég get ekki verið að fara okkur námskeið á Vinnumál betur ekki að þykja atvinnuleysbætur Jú þá verður að fara á námskeið á Vinnumálastofnun ég bara að mála svart allan daginn skil. Þannig að ég get ekki það tím og það var bara fólk fatta aldrei að það var ég sem var að leika þess að ég var bara, nei Daði var alveg bara, þetta er eitthvað svona sketsjaðum, ég bara, nei þeir voru ekkert með sketsar bara, nei, það er ekki Nei, en það líka voru þetta var ekkert, þú veist, við settum þetta ekkert í neitt sketsabúning eða eitthvað vorum ekkert með eitthvað intro eða við bara lættum þessu inn í prógrami fólk var bara að hlusta bara, what the fuck, hvað verður að heyra líka sko, eftir öll þessi ár ég var bara, hvað fucking hálfviti er að gefa stráknum sínum iPad bara í skóin vá hvað ég man eftir þessum maður það er gott grín ég man eftir einum stormi vasklasi sem maður segir trommarumræðan kallar og konur Það sló í gegn Já, algjörlega gaman að minnast á það ég myndi segja að það hafi sko verið ákveðin vatnaskil í mínu lífi við það Já, svona þá, þú veist að því ég var sko Máni segir ég hafi verið rosa vók gæi sko, og þú veist ég var ég er svona gaur sko sem að hætta að borða kjöt að því að ég voru að hugsa dýrin og ég fór á rafmagnsbíl að því að ég voru að hugsa umhverfið og eitthvað svona og en þegar að þetta gerðist að sem sagt ég segi í Harmageddon að það er hlustandi sem spyr mig heldur þú að konur hafi eitthvað minni hæfileika heldur en kallar í tónlist? Ég var nei, alls ekki, bara enga veginn og til dæmis vil ég nefna að okkar hæfileika ríkasti tónlistarmaður sem náðu lengst er Björk Guðmundsdóttir og það er ekki spurning að konur hafa alveg mikla hæfileika en til dæmis ég held að veist, konur séu ekki vel til þess fallnar að tromma til dæmis ákveðna þungarokkstrommustýla það er svona speed metal og eitthvað svona sem ég held að bara vegna líkamlega tilburða eru konur ekki vel til þess fallnar að tromma ákveðna þungarokkstrommustýla og það verður svona allt vittust Páll Óskar skrifa nefnilega á Facebook ég var að hlusta á Harmageddon það sem að Frosti Lóðarsson sagði að konur væru líffræðilega vanhæfar til þess að tromma á trommur og bara twisting the words bara sprengja sko og þá fóru fólk að senda mér alls konar myndir af einhverjum konum sem voru að tromma svona sko, það geta víst trommað og ég er ekki að tala um svona trommur ég er að tala um, þú horfa á fokkin trommleikarinn í Sepultura eða eitthvað, þá skilur hvað ég er að meina og trommleikarinn í Velvet Underground, þá var svona gömul kona sem að var bara með svona eitt symbal svona og fólk var að senda mér vídeo af henni alveg, ertu að segja að konur get ekki trommað? Helvitis fáiðin og bara inboxið mitt gjörsanlega fylltist af einhverjum brjáluðum vók brjálæðingum og bara umræður á RÚV bara hvíli kvenfyrirlitninga og menn er að segja að konur get ekki allt sem kallar gera og eitthvað svona og þá fattaði ég bara að það væri til
einhver vírus sem að heitir woke brjálæði sem að fólk svona stekkur fram með til þess að auglýsa eigið ágæti og ræðst á annað fólk fyrir sko og telur einhver svona algildar sko svona trúarlegar skoðanir þannig að þetta verður svona eye-opener fyrir mig þetta moment og síðan hef ég þá svona alltaf bara svona þetta svona eins og gleipa rauðu pilluna þá sérðu bara allt í einu lífið í nýju ljósi sko og þá fór ég að sjá þessa geðveiki miklu víðar góða fólkið góða fólkið heldur að það sé eitthvað fyrir líðandi loka heldur að það haldi bara áfram þetta er mjög góð spurning ég hef lengi alltaf sko því að sko South Park sko hafa alltaf verið svona 7 árum að undan sko, þeir eru að gera grína einhverju transgeðviki sko, sem eru bara eitthvað svona, maður horfði á South Park bara þetta er bila sko, svo 7 árum setna þá er það bara orðið raunveruleikin þá er bara það eru konur með skegg og bara eitthvað það eru bara normið skilur og þetta er bara fokkin geðviki og maður hélt að þetta væri þessi 7 ár sko sem var á milli South Park og raunveruleikans sko sem tæki síðan að veri 7 árum síðar og myndi þetta hreinsast út en það hefur ekki alveg gengið eftir þetta er orðið svo rótgróið og hefur stigmagnast og náð inn í sko allar stofnanir og fyrirtæki og allt skilur það sést hver drekka kristall það er einn geðveikin og svo fyrir Ölgerinn og far hinsegin vottun frá samtökunum 78 sem að fyrsta fyrirtæki á Íslandi sem var hinsegin vottun að fá að votta það að hinsegin fólk geti unnið hjá Ölgerinni þetta er styrd en þetta er það bara en þetta er sko því að fyrirtæki hefa áður sko þegar fyrirtækjum gengur vel og svona þá kemur svona krafa á þau að gefa eitthvað til samfélagsins og áður fyrir þá styrtuðu bara íþróttafélög og voru með logoinn og búningunum hjá stjörnunni eða eitthvað skilur upp bara en svo hefur þetta svona fæst út í það að ásreikningurinn er góður, verðum við ekki að einhverja samfélagsábyrgð bara við þurfum að fá einhverja regnbogavottun frá samtökunum 78 og þá erum við bara búin að ákveða þetta þetta er bara ræpa þetta er bara fokkin krapp en þetta er líka ákveðin slaufunarmenning bara tjáningafrelsi, einstaklinga þá þorir enginn að segja neitt það bara kemur bara internet herinn en það er hefur sko með því að nokkrir fáir kjarkaðir einstaklingar hafa þorað að segja bara heyrðu þetta er bila sko hingað ekki lengra, ég tek ekki þátt í þessu eða eitthvað og að þá smátt og smátt sér fólk bara herðu, ok, það er jú, vissulega er að hætta á fólk missi vinnuna og svona, en ef þú ert nógu kjarkaður og stendur á þínu og færir rauk fyrir máliðinu að þá heldur þetta ekki vatni þetta er bara og þá ef þú missi vinnuna þá bara ferð að gera eitthvað annað og heldur bara áfram þínu striki og ég held að fólk alltaf fleira og fleira fólk sé farið að átta sig á þessu og það er alveg augljós merki þess að það er að koma svona viðspyrna gegn mókinu og það er en ég veit ekki hvort þetta verður einhvern tímann alveg kveðið í kútin það er ekki víst sko þetta er náttúrulega það er ótrúlega erfitt að uppræta þetta kemur úr fræðasamfélaginu í háskólunum félagsvísindadeildunum sem fóru að gera eitthvað svona critical race theory og queer theory og búa til þær hugmyndir sko að hvítir miðaldra sískynja kallmenn væru mesta eitur veraldar allt sem er svona normalitet sko ef þú ert bara hvítur fjölskyldufæður sem er giftur átt börn með sömu konunni og giftur þá ertu bara viðbjóður, þá ertu bara hægri populisti. Hann er að lýsa mér þá ertu bara fokkin hægri öfgamaður ég er viðbjóður og þú veist, og þetta kemur allt úr þessum akademísku kenningum sko að hvíti maðurinn og nýlendu stefna hans og þrælahald og það sé allt bara, þú veist, við séum bara eiturefna úrgangur á plánundinu jörð en þegar þú skoður allir þessi dæmi þá er þetta bara krapp, þú veist
þrælahald til dæmis eitthvað sem að allt mannkynnið hefur stundað alla tíð, alveg frá því vorum bara í hellum stundað ennþá en það hins vegar hvíti maðurinn og ég vil ekki vera að gera upp á milli kynþátta og tala hvítamann og svartamann og svona, en af því að þeir gera þetta þeir tala hvítamannin sem eitur mannkyns þá er það svo skemmtilega til að hvíti maðurinn sá eini sem hefur nokkuð tíman og sem hefur endað þrælahald sem hefur sest niður og hugsað, herðu, þetta ekki rangt verður ekki að hætta þessu og þeir gerðu þá, við fórum í stríð í Bandaríkjunum út af því og börðust til þess að frelsa og hætta þessu. Þetta hefur ekki átt sér stað í Miðausturlöndum eða Afríku eða Asíu þar eru ennþá þrælar og það er svo galið að tala nú komið tími að hvíti maðurinn fara að borga sanngirnisbætur til svartra það? Já, það í Bandaríkjunum að vera að berjast fyrir því að það að fara að greiða út sanngirnisbætur til afið þinn og langafið þinn var vondur og nú ætlaðu þú að borga eitthvað fólk sem hefur aldrei átt þræla og fara að borga fólki sem hefur aldrei verið þræla fyrir eitthvað sem að, þetta er bara galið og þetta er bara woke-ismi dauðans. Þetta er svo klikkað sko og á þessum tíma er líka til dæmis eins og út í Bandaríkjunum þegar COVID var og þá var sem sagt Pfizer að borga fréttastofunum og gera alltaf ég man ekki hvort það sé 80 eða 90% af öllu auglýsingafé sem að stóru fréttastofunir í Bandaríkjunum fá eru allt frá stóru lyfjafyrirtækjum Big Pharma Big Pharma og það var þannig rundar alveg fyrir COVID og hefur verið lengi en að þegar að þeir sjá færi ég ekki að fara út í hvort að COVID-vírusin hafi verið hannaður á rannsóknarstofu eða það skiptir ekki máli hvort sem hann hafi verið hannaður á rannsóknarstofu eða ekki að leið og allavega að það fer einhver pest sem er aðeins verra heldur en hinn hefðbundna kvefið að fer á flakk að þá og þeir virðasteyndar hafa verið með það skipulagt lengi að stóla á einhvern tímann kemur eitthvað svona þar sem að þá geta þeir átti það bara að út í viðskiptum og það framleiða einhverja vöru og bara þú veist bara framleiða þessa penna eitthvað að besta sem þú getur mögulega lent í á þínum ferli sem pennaframleiðandi það að þú náir að gera þannig samning að hver einasta ríkisstjórn allra landa og allir í jarðkringlunni þurfa að gera samning við þig og kaupa að þér skipsfarma af pennunum og því að það sé að koma upp eitthvað ástand þar sem að þau séu bara tilneitt til þess að kaupa draslið og þú ert bara, enda líka var þetta stærsta eignatilfærsla í mannkynssögunni og það var aldrei neinir grætt jafn mikið og eins skömmum tíma eins og lyfjaframleiðendur í COVID að þá stökkva þér á þetta að þeir selja okkur drasl sem að reynda virka ekki það var ekki vörn gegn smiti og það var ekki veikinda vörn heldur en þeir komu þessu út í alla þeir komu þessu fyrst út að þetta var 98% ég man eftir því 98 við varum alveg bara við förum í Moderna við förum í Moderna 98 sen alveg 75 fyrst var það 95 það er svona 90% það er svona 80% og síðan byrjaði þetta við fórum og í þriðju sprautinni og í þriðju sprautinni þá labbaði ég og hún nei þú mátt ekki fá Moderna þú ert of ungur og ég eitthvað bara það vantaði eitthvað 2 mánuði ég eitthvað sem fór ég inn og ég eitthvað okkar ég allt í nú of ungur hvað búið að gerast í heiminum hversu margir búin að deyja og þeir eitthvað það eru bara eldri en fertugir mig að taka þetta þá var ég þetta er senast að spruta mín fuck that shit bara það sem þú varst að útskýra á hann þetta er svo augljóst en þetta sýnir bara hvað ég er einfaldur þú varst að útskýra með pennasöluna selja öllum ríkisvöldum þetta er besti díl sem þú getur gert bara á meðan varst að segja þetta heilin á mig var bara og síðan þú bætir við starrendinni að það er ekki hægt að framleiða bóluefni rannsaka það og setja það á markað á þessum tíma sem það gerst
til þess að rannsaka áhrif bóluefnisins sem nýtt bóluefni og þá þarftu allavega x langan tíma 10 ár 5 eða 7 eða 10 ár og sá tími var ekki til staðar þannig að þetta er bara og samt að tala að þetta væri 100% safe þú veist og það segir okkur að það er óheðarleiki í gangi þeir vita að þeir get ekki vita það er einu sem þeir vita sko. Það er rosalegt En er þetta í fréttunum í Íslandi mun þetta er þetta í gangi hérna á Íslandi að það, þú ert að segja fréttir en getur ekki sagt fréttirnir út af því að einhver er að borga brúsan Já sko, það virkar ekki alveg þannig í fyrsta lagi náttúrulega þá er engin lyfi fyrirtæki að styrkja íslenska fréttastofur Nei, segjum að sé eitthvað fyrirtæki Í Bandaríkjunum þá er sko þessar fréttastofur sem að ég held til dæmis að CNN væri algjörlega solid sko, news agency sem að væri bara byggt á prinsipum blaðamennskunar og þetta væri bara allt sko fact-checkað af heilindum og allt væri 100% sko en og saman með Washington Post og New York Times og allt þetta en COVID-faraldurinn hefur sannað fyrir manni og reyndar líka skilur til dæmis framboð Donald Trumps gegn Joe Biden að þar er sem sagt þar eru stórar fréttastofur og reyndar Twitter tilbúna til þess að þakka raunveruleg mál sem komið Joe Biden illa og þá veit maður að að því að ef þú ert með fréttastofu sem starfar bara eftir prinsipum og grunngildum blaðamennskunar þá er þetta ekki í liði með neinum sko. Þú segir bara fréttirnar hlutlægar eins og þær koma af kúnni alveg sama hvort það komi Joe Biden illa eða Donald Trump illa eða hvernig sem en ef þú komin í lið með einhverjum og ætlar að reyna að stýra almenningsálitinu með því að segja eitthvað og leina einhverju sem sagt þá ert ekki alveg fréttastofa og þetta hefur komið á dagina með CNN New York Times, Washington Post allar þessar stóru legacy fjölmiðla og það er með COVID er sko er að það eru bæði auðvitað stórir peningahagsmunir sem að gera það að verkum að eigendur fyrirtækjana setja bara út ákveðna línu og þetta má sjá sko að þú getur líka séð bara svona maður séð svona klippur á netinu það sem eru tekna sko fréttatímar frá sko kannski 50 ólíkum fréttastofum í Bandaríkjunum og þau eru allir að segja sama sko bara sömu setninguna þannig að maður fattar að þetta er matríkt sko Ég sá þetta myndband Já og síðan er hitt sko að það er innbyggt í okkur það er svona ákveðin réttrúnaðar stefna sem gerir það verkum að ef ég sem blaðamaður svona gæli við þá hugmynd að það sé eitthvað money making scheme samsæri í gangi að þá veit ég að allir kollega mínir munu halda að ég sé geðveikur anti-vaxxer brjálæðingur sko og það gerir það verkum að ég fer ekki einu svona út í það að hugsa það sko bara svona, þetta verður svona innbyggð ritskoðun sem að gerist svona ósjálfrátt og ég veit að þegar ég mæti á fréttastofuna með hugmyndum að gera fréttum að þetta sé eitthvað dúbjus eða eitthvað svona þá fæ ég dræmar viðtökur og þetta verður ekki vinsælt hjá ritstjóranum eða þannig ég bara skauta bara í aðrar áttir og fylgi bara flæðinu ég bara fylgi með meginströmmnum og bara vil ekki láta brennimerkja mig sem eitthvað vitleysing sko. Þannig að það verður svona stemning og það gerist eins á fréttastofum bara og eins og líka út í samfélaginu öllu og fólk heldur einhvern veginn svona það eru bara klikkhausar sem að efast sprauturnar þannig að ég ætla sko ekki að vera það og þú kannar ekkert málið og þá ertu bara þú bara fáið og ert eitthvað efast þessar sprautur ég var þannig sko það var einn í vinnunni hjá mér sem var hann bara ég ætla ekki að sprauta mig þið veit ekki hvað það er ég ekki alveg og maður er bara, ertu vangifin? Já, ég sagði það er COVID í gangi
og ætlar ekki að fucking sprauta Jéli, þetta er 99% proof sko. Og síðan sko var Jéli bara og náttúrulega maður var að fylgjast með fréttunum og maður náttúrulega bara trúið því og veist, það sem er verið að fólki sem er að stjórna þau hljóta að vita hvað þau eru að tala sko. Og síðan ef maður hugsa betur út í það þetta er bara fólk sem er í vinnunni, mætir í vinna og þau eru bara, fuck, ég veit ekkert hvað ég að gera síðan er það bara einhver annar að utan sem segir mér hvað ég að gera ok, gerum þetta bara og svo er það hitt að maður treystir alltaf og hefur alltaf treyst öllum svona lækna vísindatímaritum það er svona þessi stóru heita The Lancet og British Medical Journal og svona það eru og þú veist, allir sem fara í gegnum háskólanám og svona og trúa á vísindalegu nálgun þeir hugsa bara, veist, það er ekkert sem er meira solid heldur en sko vísindatímaritin sem eru sko það sem eru rannsóknir og læknagreinar sem eru tegnar og skoðaðar af jafningum og öðrum læknum og það kemst ekkert í gegn nema að það sé allt 100% solid rock proof sko og en síðan hefur komið á daginn að það er bara ekki alveg þannig af því að lækna vísindatímaritin eru háð peningaframlögum sem að koma frá einmitt sko lyfjaframleiðendum líka og þetta er þetta er langt í frá að vera eins solid og hægtur og þeir sem að koma með rannsóknir sem að ganga gegn orthodoxíunni eða sem að segja eitthvað annað þeir verða ekki að prúta því að það ruggar bátnum og þannig að þetta er heimurinn er miklu sko brenglaðari og svona ótrustverðari heldur en ég hélt á því sko. ég var líka þarna sko ég sagði bara þetta eru fáiðar sem allir ekki færi sprautuna sko. algjörlega bila lið og það var mest allt svona mjög skríti lið ég heldur reyndar sko því að ég tók einmitt viðtalið belgískan sálfræðiprófessor sem var með kenningar svona hópdáleiðslu eða svona, hann kallar þetta mass formation að það er þegar er sett á borð fyrir okkur eitthvað svona narratív frá aðilum sem við lítum upp til eða svona, það er sóttvarnarlæknir eða einhver doktor í veirufræðum og svona sem við kemum með eitthvað og hann reyndar tekur þetta bara frá Fauci í Bandaríkjunum og eitthvað, bara, því að hann þorir ekkert að segja neitt annað heldur en Fauci í Bandaríkjunum segir og við erum með svona megatrú, við erum ofurtrú á sérfræðingum sérfræðingarnir segja eitthvað þá erum við bara, þá tökum við það eins og trúabröðum og þannig verður við mass formation verður þannig að almenningur fyrir að kaupa þetta narratív og ekki bara það heldur verður hann sko brjálaður út í og það getur jafnvel sko enda á því að útiloka eitthvað í fjölskyldunni sko, af því að hann er ekki inn á narratíðinu og þú sér bara ef einhver var út í Netto og var ekki með grímuna upp yfir nefið sko, þá var bara út með helviti sviðbjörinn og bara fólk var bara brjála og mjög heitt í hamsi pæliði það svona bara þú ert algjörlega dáleitur inn í þetta mass formation dæmi og þetta gerist líka í Þýskalandi nasismans og þetta hefur gerst oft í mannkynsögunni að fólk svona marsirar í hennan takt sem er taktur í einhverja geðveiki og það heldur bara einhvern veginn ég er í réttaliðinu og hinni sem er ekki sammála eru viðbjóður það var gert svona tilraun með þetta það var svona class sem sagt, bara skólastofa fullt af fólki og það var allt leikar nema ein kona og síðan veist eitt kall og það kom alltaf nýr og nýr inn og það var verið að spyrja spurningu og það svöruðu allir ránt alveg augljóslega ránt og það var einn sem sagði bara nei það var einn, allir aðri bara kinkuðu kolli og voru sammála þessu ranga svari, augljóslega ranga svari og það þorði ekki að fara á móti og við heyrum að það eru bara margir sem að þú finnur alveg, þetta er ránt en það eru alveg 10 mann sem að segja að þetta sé rétt þá er ég bara eitthvað já, ok, þetta er rétt þó þú finnir alveg það er eitthvað rangt en fyrst að þeir segja það fyrst að allir að segja þá ætla ég ekki að fara gegn því sko. það eru þessi áhrif sko. þetta er bara
bara mannlega eðlið að bara fylgja veist, að fara út í þetta bara labba eins og nasistinn bara labba út í bara, já, hann að segja okkur að gera þetta og bara allir hinnur að labba hérna og við bara hljótum að þetta vera rétt sko. Þetta mjög interessant og en þessi þetta tímabil og og veist, þessar augljósu blekkingar sem í raun og veru ennþá í gangi hafa gert það verkum og náttúrulega sko tilkoma svona alternative media veist, bara eins og þetta hlaðvarp eða þú veist Joe Rogan eða þú veist það margir stóri núna sem eru þú veist, sem þú getur hlustað á viðtöl við fólk sem hefur kannski verið sko slaufað, þú veist, eins og Robert Malone, doktorinn sem var komast strax að tala að þessi mRNA-tækni væri, hann var bara, hann var einn af höfundum mRNA-tækninar og hann kom í Joe Rogan til að segja að þetta væri ekki hættulaust og þetta væri, þú veist, ekki nú vel prófað og þetta væri bara ekki skynsamlegt. Honum var slaufað algjörlega úr vísindasamfélaginu en þegar þú heyrir hann í löngu spjalli hjá Joe Rogan hvernig hann fer yfir þetta allt og svona, þá hugsaðu bara, herðu, þú veist, á ég að hlusta á mannin sem að hanna þetta, veit allt um þetta eða á ég að hlusta á Anchorman á CNN sem að, þú veist, að matónum með þetta sé 99% safe þú veist, og það með tilkomu þessara alternative media og þessara augljósu blekkingar sem að margir hafa séð og meiri hlutin en þá kjósi að hafa lokuð augun gagnvart þessu gera það verkum að það er ótrúleg umbreyting að eiga sér stað í heiminum öllum veist, ekki bara á sviði þú veist, sko COVID-mála eða eitthvað þannig heldur bara veist, fullt af fólki sem fattaði, heyrðu það er ekki þannig að stjórnvöld segja okkur bara alltaf satt við heldum að stjórnvöld segja þetta við hljóta að vera bera hag almennings fyrir brjósti en svo kemur þetta í ljós þarna svo augljóslega þá fattar maður, þetta getur verið að þetta eigi líka við þú veist, stríðið í Úkraínu þú veist, það sem að okkur er selt að það hafi bara byrjað því að Pútín vaknaði einn morgunin, hann fór öfumegin fram úr og bara geðveikur og ákvaða alltaf að fara í útþenslu stefnu með Rússland á okkur var sagt að það verið þannig en það er ekki þannig, það er langur aðdragandi að þessu það sem er búið að þvinga Rússland út í horn og svíkja samninga og steypa réttkjörnum stjórnvöldum í Úkraínu á stóli sem Bandaríkin stóðu að sko sem að gera það verkum að endanum það er styrjöld inn í Úkraínu og það var stóð lengi til að Úkraína myndi vera skipt upp í austur og vestur Úkraínu og austur Úkraína er sem sagt rússneskumælandi fólk og það var bara orðin styrjöld þarna og úkraínsku herinn er í stríði þar við rússneskumælandi hlutan og það sem Pútín er að gera þegar hann fer í innrásina er sem sagt að hann er að hlutast til inn í því stríði sem þar er fyrir þannig að þetta byrjaði ekki þennan 20. febrúar daginn sem að Rússland fór inn í Úkraínu, þetta byrjaði mörgum árum áður en okkur er talið, við erum látið að halda það að við verðum öll að standa saman gegn þessum illa keisara í Rússlandi sem er bara geðveikur og ætla bara fyrst að taka Úkraínu, svo ætla hann að taka Pólland og svo ætla hann að taka Danmörku og það er engin safe, veist, þetta er bara hauga lígi sko. En hann er samt, hann er ekki góð gaur sko. Já, en þú veist láta myrða menn út um allan heim Nei, nákvæmlega sko, nei, það er á Vesturlöndum erum við með réttaríkið og það á að vera þannig að það á enginn að geta sko til dæmis þú getur ekki þú sett forseti í einhverju landi í Vestur-Evrópu þá getur þú ekki látið mann bara hverfa veist, honum er bara stungið á einhverja dýflissu eða honum er bara hent út úr flugvél yfir Atlantshafinu eða eitthvað en það er hægt í öðrum heimslutum það sem er í einræðisríkjum og svona, það sem er annars stjórnarfar og það er augljóslega sko að Pútín er ekki laus við þetta svo hann lætur stjórnmálanstæðinga bara hverfa þetta gerist líka í Sádi-Arabíu eða Íran eða
stjórnarfarið ekki eins og í Vestur-Evrópu en hann samt sko séðan megu heldur ekki glemma því að þú veist, við höfum bara mjög nýlega búið að sleppa Julian Assange reyndar úr haldi sem sko í grunninn bara blaðamaður sem að sagði sannleikan stríðin í Írak og Afganistan og sýndi fram á stríðsklæpi bandaríska hersins þar. Hann var í 12 ár í fangelsi án dóms og laga og það var bara þangað til núna fyrir 3 vikur síðan sem var raun og við vorum farin að bara horfa upp á það að þessi gaur myndi var að rotna og deyja í fangelsi og það var bara það var bara komið fram með hann nákvæmlega eins og versti harðstjóri í Miðausturlöndum myndi koma fram með sína pólitíska andstæðinga. Þannig að við erum ekki 100% saklaus heldur sko, í Vesturlöndunum. En Putin er klálega sko, hann býr við þannig sko, stjórnarfar og svona að pólitískir andstæðingar að getur verið lífsættulegt að vera pólitískur andstæðingur. Ég ætla að vera á móti þér. Þið langaði eitthvað að tala og það er líka, í Bandaríkjunum. ef honum steypt á stóli skilur Putin steypt á stóli þá getur hann líka orðið réttræpur sko, í sínu landi og hann getur horfið sko, til dæmis eins og núna eins og með fréttir og allt þetta núna eins og með fake news og þegar kemur að AI þegar maður horfir á manneskjuna og það er búið að breyta munnunum og það er með AI hans rödd að segja einhverja fréttir og það er ekkert hvernig mun þetta hafa áhrif á bara fréttamennsku og allt þetta Já, það er svolítið erfitt fyrir mig að svara því sko, þetta er ótrúlega spennandi þessi tækni ég held að mestmegnis verið þetta nú bara jákvætt sko, að muni jákvæðir hlutir koma úr þessari tækni en það sem þú nefnir er þetta sko einhver svona öfgakend útgáfa af algjörum blekkingum og ég gerir bara fastlega ráð fyrir því að það muni að því að þú veist ég er mjög umdeildur til dæmis og ég á mér marga óvildarmenn að þú veist það er sko á meðal góða fólksins svo kallega er mikið margt fólk sem að hatar mig þannig að ég gerir mér alveg grein fyrir því að eitt góðan við þetta þá kemur eitthvað vídeo á mér þar sem að ég bara segja eitthvað algjörða vitleysu einhver óvildarmaður minn hefur búið til eitthvað AI-vídeó það kemur að því sko það er ég veði bara það er 100p sko en það er auðvitað skuggalegt en þá verður bara tíminn þá verða tímandinn allt öðru síð þá þarf almenningur bara að fara að gera sig grein fyrir því að þú getur ekki alveg 100% treyst þínum eigin augum þú veist þegar þú ert að horfa á eitthvað á skjánum að þú verður að fá það verður einhvern veginn að þú verður að leita það verður einhvern veginn að vera sko vottað skilur að það sé raunverulega Frosti Logason sem að segja þetta annars er þetta bara þetta er bara feik skilur hann myndi aldrei segja þetta hvern myndir þú kjósa í forsetakosningunum núna Trump eða Harris? Ég myndi, það er ekki séns í helvíti að ég myndi kjósa Kamala Harris bara, hún er algjörlega vonlaus og það er það er líka það er mjög opinberandi mitt að sko Joe Biden er búin að vera algjörlega sko elliær allavega í 3 ár hann er búin að vera og þeir sem að það er bara þeir sem að horfa eingöngu á RÚV og Vísi.is og CNN sem að héldu að Joe Biden væri bara up to the task bara væri í góðum gýr þeir héldu það til hann fór í kappræður allan daginn þá gæti enginn varið hann sko. Nei, en samt voru menn að verja það sko, hann hefur endar sko langa sögu mismæla en hann er samt alveg skýr sko, hann er bara hann var kvefaður og hann var náttúrulega nýkomin flugi sko og svona og fólk var að reyna þetta en það sáu allir bara gleymdu þessu, maðurinn er gjörsanlega farin og ég var búin að vita það í 3 ár en hins vegar sú staðreind að allt þetta fólk sem horfir bara á CNN og RÚV og Vísi það hafði ekki hugmynd það segir okkur strákar að
upplýsingarna sem það fólk fær eru matreiddar upplýsingar sem eiga sína ákveðna hlið sem lætur að líta út eins og Joe Biden sé hæfur til verksins sko. og sama fólk og hélt af okkur þeim legum í þessi allavega 3 ár eins og ég segi, það núna að reyna að selja ykkur þá hugmynd að Kamala Harris sé frábær stjórnmálamæður en staðrindin er svo, ef einhver hefur fylgst með Kamala Harris í gegnum tíðina og hennar verkum spæðið sem saksóknari og stjórnmálamæður, þetta er bara algjört grín, hún er gjörsamlega út á túni og þegar hún mætir í kappræður á móti Donald Trump þá munið þið sjá það sko. hún er það er ekki heilasella sem að virkar hana í haustum á henni hún er algjörlega farin og hún tala bara í ringi og hún veit ekki neitt sko. Hún er til dæmis þegar innrásin í Úkraínu var hún er þá varaforseti Bandaríkjanna og þá er hún í viðtali á Fox News og bara hvað í gangi og þá svona well Russia is a land in Europe. It's a very big land in Europe. And Ukraine is a country, it's next to Russia, and it's a smaller country. And it's not a good thing. A bigger country is invading a smaller country. So we have to, og hún vissi ekkert, það var bara nokkrum mínútum áður búin að mata hana og Rússland er satt hérna á kortinu, Úkraína er hérna, þetta eru Evrópuþjóðir og hún vissi ekkert á svona að vera útskýrða fyrir henni like a 6-year-old og hún fer í fréttin þar og heldur einhvern veginn að því að það var fyrir útskýrða fyrir henni eins og 6 ára þá held hún þyrfti að útskýra þetta fyrir þjóðinni allri eins og 6 ára og fólk var bara, ertu vangifin og hún það eiginlega, skilur við en hvað finnst þér og sko, það eru 2 ástæður fyrir hún var varaforseti Bandaríkjanna og einungis 2 ástæður önnur ástæðan er svo að hún svört og hinn ástæðan er að hún kona og það er bara á þessum tímapunkti árið 2020 þegar Joe Biden var fyrir framboð þá var aðalatriðið bara diversity, inclusive við þurfum, we need a black female on the ticket það var bara þannig það skiptir og svo hugmynd að því að hún er svört kona að hún sé einhvern veginn frambærilegri stjórnmálamaður fyrir þær sakir er alltaf galin hugmynd þannig að hún er hræðilegur frambjóðandi ég sko hvað finnst þér Trump vansvagnin? Ég sko það er svolítið svona flókið að tala það ég myndi alltaf kjósa bara Trump sko þessu vali, Trump-Harris sko en mér finnst Robert F. Kennedy reyndar að vera frambærilegasti stjórnmálamæðurinn og frambærilegasti frambjóðandinn Er hann með í? Já sko hann það tæknilega hann náttúrulega bara fær ekki að vera með en hann er óháður frambjóðandi og það er búið að út í svonum svo til dæmis, bara hann til dæmis sem er alveg sko kýrskýr, eiturskarpur með frábæra sín og þetta er svona gaur sem að hann myndi jarða þau bæði í bara, sem bara common sense maður með heilbriða skynsemi og heila hugsun í öllu en hann var bara útilokaður frá demokrata-reisinu til dæmis á þetta og kannski eina ástæðan fyrir að þeir leyndu því að Biden væri 11 og gamall sko, svona lengi var einmitt til þess að þyrfti ekki að fara í svona prófkjör eða forkostningar innan demokrataflokksins þá hefði Robert F. Kennedy alltaf rúlað því upp alveg 100% en síðan er Trump sko hann er enga veginn þetta skrýmsli sem að einmitt þetta sama fólk voru að ljúga að ykkur að Joe Biden væri í lagi og Kamala Harris sé æðisleg sko að þau eru náttúrulega með algjörðu narratív að Donald Trump sé sko karlremba, rasisti og veit ekki hvað og hvað hann hefur hann talar svolítið karlrembulega en tölum það hvernig hefur hann verið karlrembulega þú veist, þetta tala þarna grab him by the pussy ég sá eitthvað sko, en málið þetta er svona locker room talk eins og það kalla sko, þetta er hann er sko með einhverjum 3 köllum skilur inn í einhverju rútu og þeir eru eitthvað sín á milli einhverju green talki sko en sko ef þú tekur af þér góða fólksglerun skilur
og hérna að þá veistu alveg skilur að fólk alls konar þegar við erum bara strákanir að tala saman sko. Já það er ekki endur að þú sett karlrem Nei, en þú veist, maður hefur síðan vera með einhverja ræður og hann talar alveg niðrandi konur sko, veist, ég ekki með eitthvað dæmi í haustum ekki vegna þess að þær eru konur hann talar kannski niðrandi einhver ákveðna konur Kamala Harris af því að hún finnst svo kona að vera eins og þetta var eitthvað staðar hérna það var einhver fréttamaður sem sagði þú talaði illa konur þú sagði þær að veru hérna, óhæfar, feitar og ljótar og eitthvað þá sagði hann only Rosie O'Donnell og bara, ég sagði þetta bara Rosie O'Donnell og veist að en það auðvitað þannig að hérna, þú getur að lent í þínu lífi að þú kynnist einhverju konu sem algjörlega óalandi, óferjandi, hálfviti, fáviti og svona og ef þú ætlar síðan að fara að segja það hana herru, þú ert bara óalandi, fáviti og hérna, ömuleg kona, sviksum og lígin og eitthvað svona þá kemur góða fólk og segja, herru, þetta er kvenfyrirlitning nei, ég er ekkert að tala þetta er ekki að því hún er kona, það er bara af því að hún þessi einstaklingur er svona og mín upplifun henni er svona en þetta er heimfært sko sem einhver karlremba og kvenfyrirlitning en þetta þýðir ekki að hann líti niður á konur fyrir að vera konur en óhæfar konur hann talar kannski niður til þeirra eða hvað þú veist en það er líka ástæðan fyrir að hann vekur mikla athygli að hann er óhefbundin stjórnmálamaður hann er raunverulega ekki stjórnmálamaður hann talar allt öðru sér heldur en stjórnmálamenn og hann talar meira bara svona eins og þú veist eins og bara Jói á bollum skilur bara einhver svona trukkur bara trukkubílstjóri og endanum þá það náttúrulega þú veist kjósendur eru margir hverjir einmitt þannig sko. Kjósendur eru ekki stjórnmálamenn kjósendur eru ekki einhverju diplómatar sko. Þeir fíla bara að menn tali bara hreint út en að vænan sko, karlrembu eða rasisma eða kvenfyrirlitningum er bara áróður sko, á mínum mati en hann er auðvitað mjög spes en það hefur oft ekki enn tíðan Winston Churchill hann var bara sérstakasti frambjóðandinn á þeim tíma hann var bara skar sig úr fyrir að vera mjög skrítin og öðru sem maður og það er oft svona leiðtogar eru með þau element í sér að vera sérstakir sko en þú sér til dæmis bara þegar hann er búin að fá snæper byssukúlu í eirað og kúluna regn yfir sig svakalegt sko að standa upp og koma með fight það er ekki sko leikið það er sko eðlislegt hugrekki sem er ekki búið til bara einhvern veginn fyrir kamerunnar heldur hann er með eitthvað guts og hann er með eitthvað hugrekki og hann er til í að fara og segja hluti sem að við öll erum að hugsa en enginn þorir að segja sko. Hvað fannst þér konurna sem voru á bjargunum? Vá maður meiri segja það að tala, ég tók það eins fyrir þættir mínum sko, hvaða fucking grín er þetta? Hún var það lítil, hún getur ekki varið hann svo vissum bara ekkert hvað hann var að gera og eina tvær sem voru fylgd honum á bílnum og gæti ekki sett þetta byssun í hulstrið og var bara einhvern veginn alveg þetta var eins og það var í grínmynd hún vissi ekki eins og hvort hún átt að fara sko. og síðan má maður ekki segja neitt svona Nei, þá er maður vondikallinn en sá tími er liðin sko. nú segir maður það bara og tekur afleiðingunum þetta var náttúrulega bara þetta er ekki hægt að bjóða upp á þetta og þetta er út á þessa vókstefnu sem er fjölbreytileiki jöfnuður og inngilding eða DEI diversity equity inclusiveness sem er bara geðveikur marxismi sko. þetta er bara kommunismi og styrum sko. það sem þegar ég að búa til jafnar útkomur fyrir alla óháð því hvort þú sért allt of lítil og feit eða bara óhæf til þess að vera Secret Service agent sko. þá er það því að nei, það verður að vera, við þurfum allan að vera með 40% konur þess að jafna kynjahlutföllin helst þurfum að vera með transmanniski líka að verja Donald Trump en að þau verðum að tala um þetta svona cancellation nation eins og maður kallar það það eru menn sem ég dáist að sem er ekki hægt að cancella af því að þeim er svo drull bara eins og Ricky Gervais og Jimmy Carr þeir segja bara allt á sjónum sínum segja svo bara reyna að cancella mér er alveg saman það fer ekki nýða það er mjög refreshing menn og það er auðvitað
það er auðvitað eina vopnið gegn þessu rugli, það er að menn þori bara að standa í hárun á þessu og líka bara vera með common sense, veist að eins og Ricky Gervais sagði hérna á uppistandinu sínu að hann var í fannst flottar nýju konurnar með skeggið og titlinga veist hina risalunna með veist bara mjög gott sko. Herru, ég haldi áfram með Frosta Lóðarsson. Herru, þú fórst á sjóin? Já, ég fór á sjóin, já. Hvernig var það? Það var stórkostlegt. Það var svakaleg lífsreynsla. Varst það að elska vinnuna, félagskapin eða bara umhverfið? Allt. Ég elskaði þetta allt. Já. Og hvað varst það mikið? Varst það alveg tókstofnir nokkuð dóra? Já, bara í 6 mánuði sko. Já. En þeir sem að vinna á línu á Íslandi, línusjómenn sem að tala nú ekki á þessum litlu bátum sem eru 4 á bát. Varstu á stórum bát eða litlum bát? Nei, ég var á svona, hvað heitir þetta, 30 tonna svona hvað kallast það, þetta er smerri bátur sko, það eru bara 4 á bátnum og það er ekki vaktaskipti eitthvað, við erum bara að vinna allan sólarhringinn. Það er kannski skiptast á að sofa þegar við erum að stíma í land en það er bara þetta er bara massa vinna og ég sá það bara þeir sem að vinna í þessu allan ársins þeir þekkja hvern einasta krók í bátnum og það er alveg sama hvað bílar eða klikkar þeir kunna laga það og þeir kunna passa upp á að þetta sé safe, þeir eru búin að vera í þessu 20-30 ári eða eitthvað. Það eru strákar sem eru jafngamlir mér og eru bara búin að gera þetta síðan voru 16 ára. Já, og það er svo bara það er svo geggjað að vera með þeim í þessu og ég hafði mjög gaman af vinnunni og félagskapnum og náttúrunni og vera bara sigla lengst út á sjó og það er bara eitthvað mesta frelsi sem ég hef nokkuð tíðan upplifað þó að maður sé lokaður inn í litlum bát og kemst ekki neitt sko en þá, þú ert bara eitthvað neginn fuck, þetta er ekki þetta er bara allt öðru ég var fyrir 20 árum þá var ég reyndar í landhelgisgæslunni sko en ég elskaði að fara bara í túra sko. Ég elskaði að vera út á sjó ég elskaði allt brasi í kringum þetta mér leiði ótrúlega vel út á sjó ég hvergi á ævinni sofið betur einmitt, það er líka bara það bruggast í svefn sko. Þetta er ótrúlega næs þetta er ekki fyrir mig, ég er landkrabbi sko. En er þetta ekki bara eins og ég var í að verka hvali á hvalstöðinni þá var maður bara í 3 mánuði þar og það er mitt það sama maður var bara að vinna og maður var ekki að hugsa matinn sækja börnin ekki neitt og það er svo mikið frelsi þótt að maður drullir þreyttur og vinna á nætundar og eitthvað svona sko þá er maður bara nákvæmlega eitthvað svo það er bara allt annað umhverfi og það er ekki að hugsa neitt, þú er bara að gera og ég held að það sé þetta frelsi sem það er og þú veist og þetta, börnin er mesta gæfan og sem maður elskar mest í lífunu en það er rosa gott að fá smá frí líka til þess erum við með þetta podcast það er bara það er þó að þetta sé alveg þræla vinna, rosa púl þá ertu samt eiginlega í frí því að konan er heima með börnin Þú komið 3? Já, ég komið 3 börn Hvernig hefur þið tíma fyrir þetta allt saman? Já, þetta er stundum er ég líka bara alveg að bugast sko það er ekki nei, þetta eru erfiðir kaplar sérstaklega núna því ég er með 2 sem eru þau voru bara hann var 3 ára og hún er 1 árs núna fyrir 2 vikum og það er og síðan er 7 ára sem og það er bara þetta er full vinnan byrjar þegar þú kemur heim úr vinnunni það er bara þannig og helgarnar eru hvað ætlar að gera helgina eitthvað plan helgina ég ætla bara að komast í gegnum þetta ég ætla bara að fokkin lifa af það er bara það sem ég ætla að gera þetta er samt besta fokkin hlutur ekki heimi sko. þetta er mínir rónu bara 15 og 8 sko og byrjaði snemma
Snemma Já, þú veist, ég byrjaði bara svo ógeðslega seint alveg, ég var 38 ára þegar ég eignaðist fyrsta sko. Ég var Mér fannst ég byrja seint, ég var 33 sko. Ég var 27 En börnin eru mest að gæfa en ég fullir í það alveg það er náttúrulega bara og þú veist, og konan mín þetta bara, ég er svo ótrúlega heppinn að hafa kynst bestu konu bara í heimi og hún hafi viljað giftast mér og eignast með mér börn þetta er bara fáránlegt hvað ég er heppinn ég er bara thank you God sko. Þannig að ég þú veist ég vakna á hverju mótni og reyni að mun eftir að fara bara með þú veist, svona bara þakkar bæn fyrir þú veist, þetta er bara, ég er svo ótrúlega blessaður mér finnst það mjög, ég ætlaði með að spyrja það að því að það er búin að hlusta á því mörg ár og þú sem ert herskár trúleysingi hvað breytist? Já, það er nú svona farið út í það hér það er margt sem breytist það er náttúrulega sko edrúmennskan mín byggir á svona svolítið andlegu prógrami og það var ekki þannig að ég hef hægt að drekka og bara byrja að trúa Guð sko, það var langt í frá það tók mér mörg ára einhvern veginn að komast inn í þetta andlega prógram og já og svona fór að iðka það og svo er líka þáttur í þessu svona hafa upplifað og prófa hugvíkandi efni sem að eru umdeild en þá en eru alveg stórkostlegt fyrirbæri sem að svona margt sem að kemur saman í það að ég vaknaði allt í einu einn daginn eða það gerist ekki allt í einu en ég gerði mér allan grein fyrir því að ég væri ekki lengur trúleysingi það var bara búið að taka frá mig trúleysið og ekki það að ég hafi alltaf einu byrjað að trúa á Guð en ég var allan að hættur að vera trúleysingi það er svona meira svona ignostik þá og verð bara opnari og svo bara ég get ekki útilokað neitt sko. ég var alltaf geðveitt harð ákveðin sko, með alveg mjög ákveðna skoðanir að ég var búin að lesa svo margar bækur eftir svo magnaða trúleysingja og svona ég vissi bara að það væri ekki hægt að þetta Guðskoncept það er bara ekki það er bara eðlisfræðilega ómögulegt sko. ég veit svo mikið að það er ekki hægt að það sé til Guð sko. og þess vegna mynd þú aldrei geta breytt þeirri skoðun minni bara alveg sama hvað gerist og þetta var ég sko. Ég var svona en svo kemst maður að því að smátt og smátt þá fór ég að finna svona nú er ég allt annar skoðunar þetta mál heldur en ég var áður og svona fór að átta mig á að ég fór að skipta skoðun í alls konar stóru málum sem ég fannst vera svona algjörlega að ég myndi aldrei skipta skoðun og svona svo einhvern veginn ég alltaf bara komið þangað að ég get heldur ekkert útilokað neitt Guð lengur bara, sem að var algjörlega ómögulegt fyrir mig að gera áður sem bara geðveikt sko. Ég er náttúrulega bara, maður breytist rosa mikið bara í gegnum þroska og árin sko. Sumir þurfa kannski að breytast líka sko. smooth er það ekki? Það er að besta sem að gerist fyrir mann er að skipta skoðun Ég var að taka þessar bara rétt ára við klárum ég ætla að hendast í broadcastið þetta er rosalega stórt batteri og þeir með alveg þetta er alveg 7-8 hlaðverp eitthvað svo leis alveg pínu edgy ekki myndir ekki segja Norræn Karlmennska kannski og Axel Pétur og svona edgy Norræn Karlmennska ekki svo mikið sko. ekki? Nei, fólk heldur alltaf hvað er það, nasistadóttur Norræn Karlmennska þetta er bara mest toxic shit sem ég æfði heyrt svo hlusta á gaurinn og hann er bara að tala með svona fjölskyldugildi og þessi gott að vera góð við konuna sína og þessi ljótt að horfa á klám og eitthvað svona og fólk er bara er þetta ekki hægri öfgamaður, er þetta ekki nasisti og maður er bara eitthvað wow, hvað er að einhverju norrænu við elskum öll norræna velferðarkerfi það er ekki nasismi og karlmennska er ekki vont fyrirbæri eins og
Hildur Lillendal eða Þorsteinn Einarsson vill halda fram sko. Það bara ekki þannig. Kallmennska bara kallmennska. Já, og norræn kallmennska þátturinn er bara alls ekkert svo edgy. Ekki svo edgy, nei. Mér finnst þú gaman að Axel Pétur sé þetta því ég elska alltaf þegar þú töluði hann í Harmageddon. Já. Ég hafa alltaf svo gaman að því. Já, hann er bara gaman að sko. Magnaði karakter sko. Ég held að hann sé oft bara tómurugli og fari langt yfir strikið en ég er bara mjög gaman að því. Já. Það er áhugavert að hlusta á. Já, en hann hefur líka oft rétt fyrir sér sko. Og svona hann hefur verið með samstæðiskenningar sem að enginn hefur bara tekið sem bara mikið engan sens sko, en svo hefur það bara reynst alveg 100% rétt sko. Hvernig séu þau broadcast fyrir nánustu framtíð? Já, við erum bara helst að þetta bara vindi upp á sig og stekki enn frekar og fá fleiri hlaðvörp og því að þetta er svo gott konsept þetta er basically þetta Netflix konsept þú kaupir bara eina áskrift og ert með aðganga fullt af efni en öll önnur podcast sem eru í áskrift er einhvern veginn bara alltaf eitt podcast en við viljum bjóða upp á svona efnisveitu þar sem að með fullt af þáttum fyrir hófsamt verð og það hefur gengið mjög vel og ég og broadcast er eitthvað sem að fólk þekkir orðið tildulega vel, svona ég sem hlaðvarsemi og ég held að það er bara eftir að stækka því að hlaðvörp eru þannig fyrirbæri að það er svona einhvern veginn bara mjög vöxtur í þessu og alltaf fleiri og fleiri að nota hlaðvörp, hlusta hlaðvörp þannig að ég held að við séum bara á nokkuð svona góðri grein sko með það að hafa stofnað svona hlaðvarsveitu og hún hefur skilað ég held að hann hafa skilað og getið svona árangri bara í svona að hafa svolítið áhrif á umræðu á Íslandi það var náttúrulega við vitið að reyndar áður en að við fórum í loftið broadcast sko, þá var geðsýki í gangi í íslensku samfélagi þar sem við vorum búin að henda til hliðar öllum hugmyndum réttaríkið og að sakaðir menn ættu rétt á sanngjarnri málsmeðferð sko. Það var bara allt í einu var búið ákveða að það ætti bara út gluggan og núna ef þú varst einu sinni sakaður eitthvað þá varstu bara dauðadæmdur og getur ekki komið tilbaka ég held að það hefur svona verið ákveðin þættir í broadcast sko, sem við tókum fyrir það sem hafi leitt í ljós að fólki sem að leiddi þessa nýju nálgun á íslenskt samfélag var ekki heiðarlegt og réttsýnt og gott fólk eins og það vildi vera að láta bónusbókaflóðið já, ég veit til dæmis og að sko við skildum varast svona falsspámenn sem að stíga upp á pöllum og segja núna er ég komið með nýtt siðferði og ég ætla að hækka siðferðisþröskuldin á Íslandi með minni baráttu hér ég er með óhreint í pokahotninu með allt niður mig og búin að svíkja og pretta og stela en ég ætla ekki að segja ykkur frá því ég ætla bara að gaggrina og dæma aðra og þegar fólk sá að þetta var svona fólk sko, þá var svona ef við ekki bara fara aftur í gamla góða sanngjöld málsmeðferð og það var náttúrulega bara geðveiki sko. það var bara sturlun algjör sturlun ég veist maður á sína fortíð maður var alveg bara ef eitthvað af því myndið koma í ljós og maður var bara ungur og vitlaus og eitthvað bara... já, ég meina eins og í mínu tilfelli það er alltaf til að tala um það ég meina það er í minni fortíð er eitt samband sem ég var í af, ég þurfti að fara í smá naflaskoðun og skoða þetta ég held ég að náða að telja að ég eigi 8 fyrrverandi kærastur og ég get alveg sagt að hér bara eins og allstaðar að 7 af þeim eru bara góðar vinkonur mínar að því að við vorum einu sinni saman og við vorum ástfangin á einhverjum tímapunktum og mér þykir vænturnar allar á hver á sinn hátt og það kom aldrei neitt upp skiluð það var ekkit, enginn var vonduð neitt og eitthvað svona að því að líf mitt er bara ekki þannig og við erum bara kunningjar og kona mín þekkir margar af fyrrverandi kærastunum mínum í dag og svona og allt er bara heilbrigt en það er eitt samband sem var mjög óheðalegt sko, það sem hún var að halda mikið framhjá ég tók það mjög illa nærri mér ég skrif einhverja tölvupósta sem ég hóti einhverju skilu því að hún vildi ekki viðurkenna eitthvað svona, bara that's it og þetta voru 10 ári liðin frá því að það gerðist í millitíðinni var ég búin að snúa öllu lífið minni við og fara í gegnum skonar sjálfsrannsókn og meðferðir og búin að gifta mig og eignast börn og bara búin að mennta mig og þá allt í einu, nei 10 árum síðar ætlum að taka upp hvernig þú brást við
í framhjáhaldi en við ætlum ekki að segja frá framhjáhaldinu Nei, þú bara segja það sem þú gerðir sko og bara hengja það upp og bara, hvaða sturlun er það sjá allir að þetta meikar engan sens og sérstaklega ég ljósi þess ég skildi alveg þegar ég held fyrst að þetta snerist það að taka niður ofbeldismenn menn sem hefðu komist upp með það að vera valsandi út í samfélaginu ofbeldismenn og enginn hefði getað haggað við þeim sko því að þeir væri bara ofbeldismenn skilur og allir voru skítræddi við þá og það þyrfti kannski bara að affjúpa það og taka slíka menn niður ég held einhvern veginn að það væri þannig en þegar eins og ég er að lýsa mínu dæmi skilur ég á mér enga sögu neitt ofbeldi ef að ég væri svona einhver kvennhatari eða eitthvað þá væri eitthvað munstur þá væru einhverjar hinnum kærustónum sem getur sagt já, heyrðu, hann Frosti var einmitt svona líka þegar við var brjálaður sko, eitthvað, þú veist það er ekkert svoleiðis ekki neitt, sko. Þetta er bara eitt dæmi sem var ógeðslegt framhjáhald þú veist, hún fór í gangbang með vinum mínum sko veist, þetta er bara, og ég bara fekk taugaáfall og ég bregst svona við og hvað, þú veist, en ég held náttúrulega bara, þú veist, water under the bridge skilu, ég fór bara í massífa áfallameðferð af því að þetta var bara áfall fyrir mig að komast að hún hafi gert þetta sko. Og ég tók mig nokkur ár alveg bara að vinna mig upp úr þessu og þú veist, byrja að treysta konum aftur og eitthvað svona, þú veist, bara með hjálp sálfræðinga og svona en ég segi, 10 árum síðar, þetta er bara löngu liðin tíð hjá mér, það var allt í hennu það var það bara við hæfi einhvern veginn að sína eina hlið á þessu máli en ekki hinam og þú veist, þetta og ekki gefa sjensinu nei, og ég mátti ekki einu svona fjölmiðlinn sem fjallaði þetta vildi ekki, þegar ég hringdi í blaðamanninn og sagði, vildi ekki fá mína hlið á þessu og voru að hittum á kaffihúsi og ég sagði hann þetta svolítið svo bara það var að hringja, hvernig var að gera viðtali og það var bara, fór hún alltaf undan í flæmingi og og nokkur mánuði síðan það bara, herru, ég get ekki tekið þetta viðtal nú, okkur, þú gæst sagt hina hliðina en ekki hina hliðina já, ég bara get ekki sko, ég get ekki sagt þér af hverju sko þetta var bara ekki í lagi sko. Nei og ég held að lang flestir gerir sig grein fyrir þessu einmitt út af því að við vitum öll að við höfum átt einhver slæm moment í sambandsslitum og það er partur af þroska hverjar manneskju að þú veist að læra einhvern veginn að komast í gegnum svona tíma sko. Og þegar þú ert búin að komast í gegnum það skilur þá annarkvort og sumir eru bara geðvikir og eru bara alltaf klikkaðir og alltaf í slæmum sambandsslitum eða í slæmum samböndum en flestir lenda kannski bara einu sinni í þessu lífsleiðinni og þeir læra mikið af því en að þá taka það og hengja það upp á tein sko 10 árum síðar þegar það er ekkert í sögu þeirra sem bendir til þess að það sé eitthvað endurtekið munstur eða eitthvað skil þetta er alltaf bara galið ræðilegt sko Herru, okkur langar að loka þessu á 10 spurningum og þetta er bara casual spurning 10 spurningar? Hvað er það að lína? Ég skæra þetta niður úr 50 Herru, þetta er bara mjög basic Beatlarnir eða Stones? Stones Wow Það er bara meira töffara element sko. Ok Beatlarnir er alltaf mjúka áferð á þessu sko. Uppáhalds mínusleg? Flophouse Nightmares Áttu uppáhalds mínusleg fyrir? Áttu uppáhalds mínusleg eða mínus? Ég heyrði þetta aðeins að rauðsi sko. Það er það sama Romantic Exorcism Það er enda mjög gott Herru, uppáhalds hljómsveit eða tónlistarmaður? Stór spurning sko. Já, ég segi alltaf sko Nirvana, Deep Head Mode og Entombed þessar 3 ár sko, sem er bara þetta er svona 3 ár bestur hljómsveitir allar tíma. Vel gert Við erum fokkalega samla Herru, er eitthvað lag til sem þú vildir óska þess að það er samið? Já, maður staðum sko Hvað sést þetta sem að svona Bittersweet Symphony það er reyndar alveg geðvegt sko Wonderwall með Oasis allur Nirvana katalógurinn bara, veist, endalust maður Svo Baby Shark fyrir peningana Nei, ég meina, þú veist náttúrulega þessi Nirvana lögur all bara eitthvað magna hvað sandi sko. Besta band ever Spilar einhver fleiri hljóðfæri í gítar? Þú veist ekki alveg glamra á einhver hinn og þessi hljóðfæri, piano
Nei, bara gítar mitt hljóðfæri sko aðalega. Hvað þitt go-to-lag í karaoke? Tekur þú karaoke? Nei. Ef þú myndir fara í karaoke, hvað myndir þú skjóta á? Það bara fær eftir stemningunni sko ég myndi taka það færa alveg eftir salnum hverju sinni sko. Ég myndi taka bara Stay Away með Nirvana. Nice. Það er gott fyrir rattböndin maður. Fær ekkert í karaoke eða? Nei. Er það að bjóða með mér í karaoke? Þú þarft að koma með okkur í karaoke sko. Við erum alltaf í karaoke. Við erum alltaf í karaoke sko. Hvar farið þið það? Við verðum að fara aðal í Smáralindina, en það eru konum fleiri staðar núna. Þetta er alveg, við elskum það. Ég veist ekki eins og það væri karaoke í Smáralindinni. Elskum það. Já, ég verð að prófa það. Já, bara kemur með okkur næst. Heyrðu, uppáhalds podcast, þú mátt ekki segja þetta eigið. Þetta heitir Búblur og bjór, nei. Já, það að vera íslenskt eða? Nei, það má vera hvað sem er. Ég hlusta nefnilega hans mörg podcast sko og finnst Trigonometry mjög skemmtilegt og Heretics Joe Rogan og þetta eru sem þú hlusta mest á. Þetta sem ég hlusta mest á svona þessar myndir. Ok. Frægasta manneska sem við hitt? Slatti allir sem hann sagði áðan sko. Byrjum á þættinu sko. Ég gerum ekki alveg grein fyrir því sko. Það eru svolítið nokkrar sko. Ég veit ekki, Paris Hilton var náttúrulega miklu frægari áður heldur hún í dag sko. Þegar ég hitt hana þá var hún alveg viðbjóðslega fræg. Hvað heitir hana? Það í Los Angeles á sínum tíma. Okay. Við eigum mynda okkur saman. En og já, svo eru allir þessi Guns N' Roses gaurar og þetta og Metallica já. Bara no. Já, það eru ég meina, ég veit ekki hver frægar en annar sko, veistu þetta. Paris Hilton var gott svar sko. Hún var huge. Huge. David Bowie, þú veist. Ok. Já, mynda með honum líka. Nice. Herri, þú getur breytt einhverju einu atriði í heiminum eins og hann er í dag, hverju myndir breyta? Einu atriði í heiminum eins og hann er í dag? Eins og hann er í dag. Ég myndi losa okkur við þennan Vogue-vírus úr vestrænum heimi. Já, ég styði því. Þetta sé að versta sem við séum að glíma við. Ég styði því sko. Eru svo bara hvað framönda ný lífið Frosta Loðasonar? Bara það er bara vinnan og krokkat niður. Já, basically, það er bara sennilega ætlum við ekki eignast fleiri börn, ég hætti að þetta sé koma en það er bara að koma börnum á legg og stækka fyrirtækið og njóta lífsins, þú veist. Núna er maður, þetta er svolítið mikið fyrirtæki að koma að þessum börnum öllum, sko, þú veist, hún er náttúrulega, svo yngsta er 1 árs og er að byrja að labba og byrjar hjá dagmömmu, þú veist, eftir mánuð. Þá er svona, þá ertu búið með svona ákveðin kafla í þínu lífi, sko, að vera heima með unga barn í síðasta skipti. Og þá getur þú svona bara að plana bara the rest of your life, sko. Svona, nú ætla ég bara að fara, þú veist, nú er fyrir að byggja fyrirtækið og svona, já, þú veist, og ég við ætlum reyndar að svona persónulega ætlum við að fara í frí sko í september af því að hitti þannig á að kona mín kláraði fæðingarorlofið sitt 1. júní og þannig að vera bara að vinna í allt sumar, einhvern veginn er ekki hægt að biðja um frí, þú ert nýkomin úr frí og þannig að við ætlum að fara í gott frí í september. Það er planið. Það er svona, ég lifi á því núna það eru allir krakkarnir í sko, leikskólinn er lokaður, frístundaheimilið er lokað, ég er einn heima með öll börnin alla daginn og ég er svona bara alveg að bugast og þannig ég er bara svona þetta frí hérna í september, það er bara, ég sé það í hillingum sko. Það verður geðvögt. Það verður næs. Það verður næs. Heyrðu Frosti Lóðsson,
Takk fyrir að koma. Takk fyrir mig, gaman að fá að koma til ykkar og takk fyrir að bjóða mér. Takk hjá Takk hjá Bye bye